Já, komið sæl og blessuð. Ég kannski er búin að vera hérna með ykkur hérna í öllum þessum vídeóm og ég er ekki eins og búin að kynna mig. Ég heiti Hurðaskellir. Ég held að vissu það allir, sko. Ég er nefnilega komið ekkert inn með látum eins og ég ger alltaf. En hér erum við komin á mynd númer 22. Ég held nú það. Hér er hann bróðir minn Gáttaþefur. Hann er að finna lykt af þessum dýrindis, ég myndi segja laufabrauðum. Mér sýnist þetta vera laufabrauð. Og ég er að spá við byrja bara á að lita laufabrauðin og þau eru brún. Þá er ég farin að finna lyktina bara af laufabrauðunum hér. En þá er það fötin hans bróður míns. Hann er náttúrulega í sparifötunum. Það kemur eiginlega ekkert annað til greina. Svei mér þá, það er komin litur í þetta. Heyrðu, þá ætla ég að núna að taka þessi fyrir þann gluggan. Það er náttúrulega græna tréð hérna. Heyrðu, þá er það kransinn hérna. Hann er náttúrulega grænn og með rauðri slaufu. Mér finnst það svo flott. Heyrðu, þá held ég förum bara beint í hurðarkarminn og við ætlum að hafa hann eitthvað mjög sérstakann á litin. Eitthvað svona sem að hurðarkarmar eru kannski ekki allar að jafna. Svona bleikan. Við erum farnir aðeins hérna út fyrir normið eins og maður segir. Já, þetta er alltaf komið að herra. Þá er það bara, sko, beltið og skónir. Heggi! Þá er hann kominn með skóna og beltið. Þá hugsa ég að ég fari... Já, ég ætla að lita skálina. Hérna sem er undir laufabrauðinu. Það verður... eitthvað svona... þetta er bara svona grátt postulín. Já, heyrðu, nú eru það veggirnir. Þeir eru brúnir, en ég ætla að hafa svona ljósbrúna. Og ég ætla að snúa bókina svona til þess að gera þetta í rétta átt hérna. Já, eftir að lita borðið, það verður svona aðeins dekkri brún. Ég lita þess út fyrir. Jæja, heyrðu, ég ætla að klára hérna borðið. Svona. Ég held sko, þessi ilmur hérna á, ég þarf eiginlega að setja eitthvað lit í hann sko. Hann þarf eiginlega, hvernig er ilmur á litinu? Ætli hann sé ekki bara einhvern veginn svona gulur eða eitthvað? Ekki prófa það bara. Þá er það að lita aðeins hérna fyrir utan og svo þetta framan í hann. Setjum svona bláan hérna fyrir utan. Ég held að þetta er örugglega ekki saman blái. Þessi hér. Svei mér þá ef þetta bara fer ekki að verða alveg himinlifandi gott, ef að það er orð. Nafnið er eftir og við ætlum að hafa það í stíl við tréð, grænt. Svei mér þá, ég held að þetta sé bara komið hjá mér. Spurning dagsins hérna er, hvað er Gáttaþefur að gera á myndinni? Er þetta ekki flott hjá mér? Bye!